Já, pínu þreytt fyrir samkomuna, ég ekki lengur þreytt. Má ég heyra amen. Þetta dásamlegt. En mér langar til þess að tala við ykkur í dag hvað kraftur Guðs til hjálpræðis. Talandi kraft, að biðja í krafti, biðja í andanum. Og við erum búin að vera svolítið að skoða hvernig við getum séð andlit drottins. Og það búið að vera magnað orð sem hefur farið hérna út. Og vinir, þegar við skoðum ritningarnar og hvernig Jesú í rauninni, hvað Jesú vill gera í gegnum líf okkar, þetta á ekki vera flókið. Það ekkert flókið að ganga með Guði. Eina sem hann biður að við eigum samfélag við hann. Að við séum í honum. Að hann sé í okkur. Og ef við erum í honum og hann í okkur, þá náttúrulega koma náttúrulegir ávextir. Það bara gerist. Þannig að mér langar til þess að fara hérna í nokkur vers til þess að brýna okkur í dag. Og það líka svo mikilvægt, vinir, það sem ég hef tekið eftir kannski með kirkju Guðs, skortur á þekkingu. Við vorum að syngja lag hérna, He brought me out of Egypt. Það ekki allir sem að fatta að það rosa djúp meining þarna bakvið, varðandi för Ísraelsmanna út úr Egyptalandi inn í Kanasland, sem bara merki okkar, rauninni bara tákmynd upp okkar andlega ferðalag með Jesú. Og það í rauninni hryggir mig hversu fáir þekkja þetta. Og vinir, til þess að sigra óvininn, og vitið það, óvinnurinn svo oft ekki fyrir utan okkur. Hann í hausnum á okkur. Hann oftast nær bara í hausnum á okkur. Óvinnurinn gerir áhrif og vill hafa áhrif á hugsun okkar og kemur gegn okkur hér. Þess vegna smyr hann höfuð mitt með olíu. Smörningin brýtur okið og hann smyr höfuð okkar með olíu. Því að þar yfirleitt vandamálið. Harabashiak. En það sem við oft gleymum þetta. Orð Guðs magnað. Það ekki mitt orð, það orð Guðs. Það orð Guðs. Og við verðum, vinir, ef við ætlum að standast á þessum dögum sem við lifum á, þá megum við ekki bara, vera stundum kristin. Við þurfum að vera alveg kristin. Við þurfum að vera kristin okkur með einasta degi. Við þurfum að velja Jesú okkur með einasta degi. Og það það sem ég að meina. Leyfa honum að vera herra yfir okkar lífi og auðmýkja okkur undir hans vilja. Má ég heyra amen. Þannig við ætlum að fara í Rómverjabréfið. Ég elska Pál. Hugsið ykkur Pál. Hann hefur í rauninni haft mikil áhrif bara á kristni. Hefði hann ekki verið trúfastur í því að gera það sem Guð hefur kallað hann til að gera, hvar værum við þá? Það skiptir nefnilega svo miklu máli, vinir, að við séum trúföst. Það ekki nóg að heyra, við þurfum líka að gera. Og við byrjum hérna í Rómverjabréfinu í 1. kafla og það stendur svo: Pál heilsar ykkur, þjónn Jesú Krists, sem Guð hefur kallað til að vera apostuli og valið til að boða fagnaðarerindi sitt, sem hann lét spámenn sína áður flytja fyrirheit í helgum ritningum. Fagnaðarerindið son hans, Jesú Krist, drottinn vorn, sem maður hann fæddur af kyni Davís, en heilagur andi hans auglisti með krafti að hann sonur Guðs þegar hann reis upp frá dauðum. Af náð hans ég postuli og að leiða heiðna menn hvarvetna til þess að lúta honum í trú nafni hans til dýrðar. Meðal þeirra eruð og þið sem Jesú Kristur hefur kallað sér til eignar. Ég heilsa öllum sem Guð elskar í Róm og kallar til heilags lífs. Náð sem með yður og friður frá Guð föður vorum og drottni Jesú Kristi. Svo langar mig til þess að fara í vers 16 sem magnavers. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Og mér langar að segja þetta aftur. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir, gyðinginn fyrst og aðra síðan. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttlæti mun lifa fyrir trú. Amen.
Vinir, þetta nefnilega sára einfalt. Hinn réttlátur mun lifa fyrir trú. Og vinir, það sem að Guð að fara fram á við ykkur ekki eitthvað sem að við gerum, heldur að við séum. Þetta snýst að vera. Þetta snýst að vera hans. Það bara, ef við brjótum þetta allt niður, þá snýst þetta að vera hans. Vera í honum. Vera bara í honum. Og þegar við erum í honum, þá bara gerast hlutir. Vinir, það bara gerast hlutir og allt í einu fara, þið vitið, óútskýranlegir ávextir að koma af líf okkar. Og að sjálfsögðu gerum við, en það frá stað að vera. Ég geti ekki útskýrt öðruvísi. Það ekki með valdi eða krafti, það fyrir anda hans. Og vinir, þegar við bara auðmýkjum okkur og erum bara, og ég held oft á tíðum, þá okkar eigin hugsun, hvað sem okkur finnst hlutina, þetta svo mikið að þvælast fyrir okkur. Og vinir, þegar við segjum bara við Drottinn, herðu, ég ætla að taka þinn vilja, ég ætla að taka þinn sannleika og ég ætla að lifa þeim sannleika. Vinir, þá erum við að brjóta svo mikla múra sem við gerum í okkur jafnvel ekki grein fyrir. Og við á tíma þar sem allir vita allt best. Þá ætla ég að vera manneskjan sem læt Guð vita best. Og ég hveti ykkur til að gera það sama. Ef okkar vilji stangast á við vilja Guðs, þá minn vilji rangur. Það þannig. Og það stundum erfitt að segja það og það stundum erfitt að ganga fram í því, en það sannleikur. Og stundum líður mér ekki þannig, en það samt sannleikur. Má ég heyra amen? Það sannleikur? Það nefnilega sannleikur. Amen, halleluja. Hann nefnilega sagði, ég vínviðurinn, þið eru greinarnar. Og ef við erum tengt vínviðnum, þá bara koma ávextir. Og þú sér aldrei greinar sem eitthvað að reyna að rembast við að búa til ávöxt. Það bara þarf ekki. Greinarnar þurfa bara ekkert að hafa áhyggjur af ávöxtunum. Hann bara kemur. En hann kemur bara þegar við tengt í vínviðin. Það gerist bara þannig. Og vinir, við höfum of mikið verið að búa til kirkjur sem svona, þú veist, lack of a better word, seeker friendly. Þegar við höfum ekki í rauninni komið fram með fagnaðarerindi. Þetta kraftaverka fagnaðarerindi. Þið veit þessar góðu fréttir sem að snúast Jesú. Sem snúast Jesú. Og vinir, þegar við förum aftur í grundvallar atriði, þá kemur kraftur, vinir. Og það hægt að byggja út frá því. Yes! Já, amen. Það þannig. Dísi Guði. Þannig að við ætlum að skapa grundvöll sem honum til dýrðar. Við ætlum að upplifa kraft, þið vitið, sem að kemur frá hinum hæsta með því að vera, vinir, bara tengd við vínviðin. Já, amen. Takk, Jesús. Halleluja. Já, þetta nefnilega mjög blessað. Takk, Jesús. Og ég hef verið að skoða þetta dvelja. Hvað þýðir að dvelja? Mér langar til að segja ykkur það. Að dvelja val. Það þýðir val. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Það þýðir val. Og það þýðir líka regla. Og mér langar bara til að segja, vinir, það eru lyklar þarna. Það eru lyklar. Út af því ég held aftur, þú veist, við einhvern veginn, við komum að samkomu, við fáum gæsahúð, förum út og svo erum við bara einhvern veginn og svo bara einhvern veginn rötum við aftur á samkomu og reynum að stilla kampusin af. Vitið þið, þegar við göngum með Guði, það ákveðin regla, það ákveðin taktur í líf okkar. Og hver með einasta degi það þurfum að velja Jesú. Og við þurfum að biðja til hans, við þurfum að biðja á morgnana, við þurfum að gefa Guði daginn okkar. Og vinir, og ég elska orðkvösti þín. Það frábært. Ég elska líka mannagotn. Það frábært. En við getum ekki lifað okkar kristni göngu bara af litlum, þið vitið, orðkvösti þín, ef það eina fæðan okkar, við verðum að þekkja hann. Og vinir, að dvelja regla. Hver þín regla?
Og vinir, ef við ætlum að ná árangri, til dæmis eins og í ræktinni, þá ferðu ekki einu sinni í ræktina og ætlast til þess að vera í toppformi. Þú þarft að fara aftur og aftur og aftur og aftur. Það sama með næringu. Ef þú ætlar að lifa heilsusamlegu lífi, þá borðar ekki eina holla máltíð, einu sinni í viku. Þú borðar holla máltíð á hverjum einasta degi. Það er regla og það er venja í hlutunum hjá þér sem að skapar og gerir það að verkum að þú lifir heilsusamlegu og góðu lífi, ekki satt. Það nákvæmlega sama er í Guði. Það eru reglur, það eru venjur, það eru hefðir sem að við búum okkur til sem að nálgast, og þá er ég ekki að meina hefðir sem að byggja okkur mannasetningum. Ég er að meina þegar við forgangsröðum í líf okkar til þess að við náum árangri. Má ég heyra amen? Það er nú ekki margir til dæmis sem að nenna að leggja til hliðar. Fólk þolir yfirleitt ekki að spara. Ég elskar reyndar að spara. Mér finnst að ég fæ kikk út úr því að spara. Ég elska að spara. En vinir, ef við lærum til að mynda að spara pening, þá getur þú keypt eitthvað rosalega grand þegar þú ert búin að safna nóg. Þú getur keypt þér íbúð, þú getur keypt þér bíl, en þú þarft að búa í haginn. Og þetta búa í haginn er í rauninni að dvelja. Það er að búa sér til jákvæða hluti, ekki bara einu sinni, ekki spara bara einu sinni, heldur aftur og aftur og aftur. Og vinir, þar held ég að við sem kristi fólk förum svolítið svona einhvern veginn út í skurð. Og ég er ekki bara að tala um ykkur, ég er líka að tala um mig. Það hefur alveg komið svo tími sem ég hef upplegað mig bara þurra og ekki fundið einhvern veginn, þú veist, fyrir Guði og hef einmitt farið að reyna að stýra hlutunum sjálf. Það ég vil nú meina það, ég sé nokkuð góður stjórnandi og svona kann á hlutina og ég er svolítið klár og svona. Og Guði hefur þurft að eiga með mig þar. Út að ég er bara svo, ég er alveg klár. Ég er ekki komið þangað, ég telji mig ekki vera klára. Ég er ekki með svo mikla auðmýkt. Allir bara, I know. En það sem ég er að segja, er að jafnvel með því sem að Guð gefur mér, þá veit ég að ég vil bara lítið brot. Guð veit betur. Og það er ástæða fyrir því að Guð segir til dæmis, Guðhræðsla, samfara nægjusemi er mikill gróðravegur. Nægjusemi er bara að vilja það sem þú átt. Að vera bara, þú veist, að vera ekki að leita hamingjunni fyrir utan mig. Að vera bara í drottni, vinir. Og það er það sem er svo magnað. Þetta snýst bara einfalt val í hversdagslífinu. Og það er svo margir sem að vilja bara, já, ég fengi spádóm, já, lofa, þú veist, ég á að gera eitthvað stórkostlegt. Já, byrjaði á því smáa. Guð nefnilega talar í orði sínu að þeir sem eru trúir í hennu smáa, vinir, þeir eru settir yfir meira. Það er bara lögmál í ríki Guðs. Þannig að við erum trúföst í hennu smáa og sjáum hvernig ávextirnir fara bara að koma úr líf okkar. Bara að koma ósjálfrátt. Þegar við bara fylgjum drottni. Má ég heyra amen. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Okkur vantar nefnilega oft grunninn. Og það er það sem kannski ég vil leggja áherslu á hér í dag, vinir. Það er grunnurinn. Það er þessi góðu venjur og reglur sem að við tilengum okkur til þess að lifa guðræknu lífi. Til þess að vera í honum. Til þess að gefa honum pláss út að við veljum svolítið í líf okkar. Og vinni, ég hef oft valið bara Netflix heilu kvöldin og ég er ekki að segja það, þú veist, við erum ekki að leita okkur fullkomnu fólki sem gera aldrei neitt rangt, það er ekki málið, það bara gerist þegar við komum til himna. En það sem ég er að segja er að veljum Guð fyrst, gefum honum tíma. Og ég er ekkert að tala að þið þurfa að lesa Biblíuna á einu kvöldi eða neitt svoleiðis, en prófaðu að lesa kafla. Prófaðu að lesa kafla hægt. Prófaðu að lesa kafla uppátt. Prófaðu að lesa með maka þínum kafla. Allir við þurfum að gera þetta. Ég er að gefa ykkur frábærar hugmyndi. Gerið þið þetta? Við ættum kannski að prófa þetta. Ég veit, þetta bara kom út mér og mér fannst þetta frábær hugmynd.
En við stundum reynda hlustum á orðið. Vitið að mér finnst líka svo frábært að geta hlusta. Og Alli, hann með lesblindu. Og við stundum bara hlustum. Þið vitið, við hlustum á appið og hlustum. Og Gunnar okkar elskar þetta líka. Að bara hlusta á orðguðs. Vitið það eru svo margar leiðir hægt að fara núna. Við erum algjörlega án afsökunar. Og gefum bara drottni tíma. Hann elskar okkur. Og hugsa ykkur að vera ástfangin, veist. Eins og ég og Alli, og bara ég alveg ótrúlega ástfangin að alla, en ég hef bara tíma fyrir hann einu sinni í viku. Hvernig haldið þið? Nei, í alvörni, hvernig heldur að Alli myndi upplifa það? Hann væri bara alls ekki sáttur. Þú veist, þegar við elskum eitthvað, þá viljum við nálægja okkur hann. Við viljum vera með honum. Og við viljum ekki vera eitthvað stað fjarri eða, þú veist, bara einstaka sinnum að kasta á hann kveðju og bara minnast. Hann þráir samfélag. Þetta í rauninni svo afskaplega einfalt. Hann bara þráir samfélag. Og Jesú vitið það, margir halda að Jesús eitthvað svona bara, þú veist, Jesús þú veist, það svo yndislegt að vera nærveru drottins. Það svo mikil kærleikur. Og hann svo miklu meir en þessi mannlegi kærleikur. Þú veist, hann bara svo hreinn kærleikur. Og maður finnur það þegar hann eiga við okkur, þið vitið, og taka hlut úr líf okkar og annað slíkt. Þetta gert það svo miklu kærleika. Hann svo ótrúlega þolinmóður og ég elska hann. Ég svo þakklátt fyrir hann. Eru þið þakklátt, vinir? Ég ætla rétt að vona það. En nálægð og nánd málið. Og vinir, talandi grunninn, þá svo mikilvægt að taka allt lambið og borða allt lambið steikt í eldi. Og hvað meina ég með því? Gamla testamentið, mjög margir bara lesa ekki Gamla testamentið, en Gamla testamentið fyrir mig bara ótrúlega mikilvægt. Af hverju segi ég það? Af hverju segi ég það? Og það Gamla testamentið skuggamynd. Það koma spátumanni fram. Spátumanni sem að við lifum á í dag. Skuggamyndin í rauninni af Jesú. Og eins og með för Ísraelsmanna, þetta bara andleg ganga fyrir okkur. Þau fóru yfir Rauðahafið, það tákn upp á skírnina. Vitið það endalaus fjársjóður í orði Guðs. Þannig að ekki missa af og lesa bara eitthvað, þið veitir, bara eitt bréf eða eitthvað slíkt. Lesum Biblíuna. Hún nefnilega mögnuð. Já, akkurat. Guðspjöllin, bara til að fara bara mjög gróft yfir þetta, kynni okkar Jesú. Það Jesú í Guðspjöllunum. Postulasagan framhald af því sem Jesú gerði. Í gegnum lærisveinin, í gegnum heilagan anda. Og svo ótrúlega mikilvægt að skilja það. Það það sem að Jesú vildi að við myndum gera. Við að fyllast af heilugum anda. Bréfin, þar útskýring og það kemur skýrleiki á hvað Jesú gerði og hvað við eigum að gera sem trúa fólk. Það líka varnaðarorð. Passið að gera ekki þetta, ekki falla í þessa gryfju og svo framvegis. Allt orð Guðs nytsamt til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar og til menntunar í réttlæti, til þess að Guðsmaðurinn sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Má ég heyra með? Þannig að skiljum þetta. Áttum okkur á því, vitið það, fólk fær miklu dýpri skilning á Jesú, og ég að segja okkur það. Ég svo þakklátt fyrir kennsluna sem ég fengi bara frá því ég var lítil stelpa. Það hefur einhvern veginn stækkað Guðsmyndina. Ég get ekki alveg útskýrt öðruvísi. Þið ekki sammála, þeir sem að þekkið? Það bara einhvern veginn stækkar allt og það gerir frelsisverkið út af því að fyrirmyndin svo mikið til út allt í Gamla testamentinu. Allavega. Já, þetta nefnilega undursamlegt og stórkostlegt. Og fyrir mér, ég ekki að segja að þetta sé sáluhjálparatri að lesa Gamla testamenti, en það stækkar. Það gefur okkur meiri dýpt, það gefur okkur meiri opinberun á það hvað Jesú gerði. Það það sem ég upplegi og ég bara tala út frá mér núna, en ég trúi að þetta sé þannig. Amen. Þannig að við
þurfum allt orð Guðs. Það þarf það. Og Rómverjabréfið, það bara þungavigta bréf. Rómverjabréfið, gott fólk, það svarar alveg ótrúlega mörgum spurningum sem að kristi fólk stendur frammi fyrir. Og það magnað. Og ef að þið eruð með að lesa, hlustið á Rómverjabréfið. Ég bara hvet ykkur til þess að gera það. Það svo margt sem kemur þarna fram sem að skýrir og segir frá. Halleluja. Þannig að ég hvet ykkur til þess að lesa Rómverjabréfið. Og ef að þú ert að glíma við hroka, þá vil ég til dæmis benda þér á að í Rómverjabréfinu 3:23 allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Það enginn yfir annan hafinn. Við höfum öll syndgað og skort Guðs dýrð. Og Jesús fyrir alla. Það enginn undanskilinn. Halleluja, dýrsi Guði. Og Biblían kennir okkur líka að réttlæti okkar sem saurugt klæði. Við eigum í rauninni ekkert réttlæti. Það bara í gegnum blóð drottins. Þannig að við erum öll söm, við erum öll jöfn, við þurfum öll á drottni að halda. Við þurfum öll á drottni að halda. Dýrsi Guði. Ef að þú upplifir eins og það búið að dæma þig úr leik, og þú bara búin að gera of mikið, of hræðilega hluti, eða að Guð get ekki elska þig, þá stendur í Rómarbréfinu í 8. kafla í 1. versi, lifið í andanum, nú því engin fyrirdæming búin þeim sem í Kristi Jesú. Hann Páll var alveg með þetta. Halleluja. Og ef að þú telur að Guð hefur bara gefið þér frítt spil með náðarverki sín á krossinum, þá sko aldeilis annað upp á teningnum. Og það stendur hér í Rómverjabréfinu í 7. kafla, hvað merkir nú þetta? Eigum við að vera áfram í syndinni til að náðin verði því meiri? Fjarri fer því. Við sem dóum syndinni, hvernig ættu við að lifa áfram í henni? Eða vitið þér ekki að við öll sem skírð til Kristi Jesú skírð til dauða hans? Við erum því dáin og greftur með honum í skírninni og eins og Faðirinn vakti Krist upp frá dauðum með dýrðamætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Halleluja. Dýrsi Guði. Og við erum að tala þvílíkan sannleika sem í Rómverjabréfinu. Ég held þetta svona, fyrir mér Rómverjabréf svona svolítið þungavigtar bréf af bréfunum sem í Nýja testamentinu. Ef að þú ert í vandræðum með að vera í heiminum en ekki af heiminum, þá vil ég lesa fyrir þig í Rómverjabréfinu 12:1. Því brýni ég yður bræður, eða systkini eins og stendur í nýju þýðingu, að þið vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfið að lifandi heilari Guði þóknanlegri fórn. Brennifórn, Maggi. Ekki á Spáni, heldur raunveruleg fórn, andleg fórn. Það sönn Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki, hlustið á þetta, fylgið ekki háttsemi þessa heims. Heldur takið háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Og ef við erum í honum, vinir, ef við erum í honum og við veljum hann á hverjum einasta degi, þá tökum við háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Hann verkar í okkur bæði að vilja og framkoma sér til velþóknunar. Halleluja. Þannig að það sem við eigum að gera, vinir sem kristi fólk, það að taka endurnýja hugarfarið okkar. Og það kannski stærsti vandinn, aftur, hugur okkar. Það vandamálið. Halleluja. Og við fáum og látið heldur umbreytast með henni nýja hugarfarið og læri svo að skilja hver vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og ef að þú ert hér og þú telur að Guð geti ekki notað allt sem að þú hefur farið í gegnum lífinu, þá vil ég minna þig á að það stendur að það samverkar allt til góðs. Þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Og það var líka Páll sem skrifaði það. Hugsið ykkur Páll. Hann fekk að líta drottinn. Það var moment hjá Páli og það var bara, þið vitið, algjör breyting. Hugsið ykkur, hann ofsótti hina kristnu áður, hann lét drepa þá kristnu.
Þetta var brilljant maður, ofboðslega klár maður sem að kunni, þið veitir, lögmáli utan bókar. Ofboðslega klár maður. Og mér finnst margir upplifa þegar þeir verða frelsar þá einhvern veginn þurfa þeir að breytast. Klárlega þurfa að breytast, Guð breytir okkur, en það sem ég að meina, Guð hefur gefið einu og sérhverju okkar gjafir sem hann þráir að nota. Og vinir, við erum ekki að skammast okkar fyrir hæfileika sem að Guð gefið okkur. Hjá Páli, Guð notaði hans hæfileika. Við værum ekki hér í dag nema út af því að Páll var trúfastur. Hann var trúfastur að skrifa það sem að Guð, hann lærði frá Drottni. En hann líka áttaði sig á því að hann þurfti að vaxa upp til höfuðsins. Hann sagði á tímabili, ég hef ekki fullnað skeiðið, ég ekki orðin fullkomin. Hann áttaði sig á því að við þurfum öll að vaxa í Guði. Og vinni, til þess að geta vaxið í Guði, þá þurfum við grundvallaratriði sannleikans. Og til þess að fá grundvallaratriði, hvað er að gerast þarna frammi? Já, til þess að fá grunninn, vinir, að þá verðum við að leita Drottins. Við verðum að biðja. Við verðum að nema orð Guðs. Ekki bara stundum, vinir, og mér langar til að kveiki í ykkur. Ekki bara stundum, heldur gefum Drottni Jesú tíma. Og þannig vöxum við. Við vöxum bæði í náð og þekkingu. Og vitið að ég þekki svo mikið af fólki, og mér langar bara til að nefna eitt dæmi. Alla mín. Það sést svo mikið, ég ætla bara að nefna þessi dæmið. Vitið að ég sé á fólki þegar þeir hefur vaxið í Guð, ég ætla bara að nota hann sem dæmi. Það kemur einhver sérstök mýkt yfir fólk. Þú sérð þessa ávexti andan sem kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmanska, hógværð og bindindi. Það kemur nefnilega bara í ljós þegar við leyfum Guð að vinna. Og vinir, ávextirnir kom ekki bara út í einhvern veginn líf okkar, það breyta allri okkar veru. Og þegar við leyfum Guði að eiga til dæmis við hausinn okkur, við hug okkar, þegar við endurnýjum hugsunin okkar, það er einhver auðmýkt og það er einhver mýkt sem kemur fram í fólki sem er alveg einstök. Og það er þessi ávextir sem að koma af samfélaginu. Og mér langar svo mikið, vinir, að við eignumst öll þessa ávexti. Að við séum ekki bara áhorfendur á því sem að Guð vill gera, heldur að við stígum inn í það. Með því að vera. Með því að taka ákvörðun. Með því að velja Jesú. Má ég heyra amen? Halleluja. Halleluja. Það er svo áhugavert með Pál. Hann kallaði þessi banding í Jesú. Mér langar bara rétt í lokin að fara bara inn aðeins inn á þetta. Hann kallaði þessi banding í Jesú. Hvað þýðir að vera banding í Jesú? Það þýðir að vera þrællans. Það er ekki eitthvað sem að Jesú sagði við hann. Hann leit á Jesú með þessum hætti. Og hann vissi nákvæmlega hvað hann var að segja. Út af þjónar gátu þjónað herrum sínum, farið síðan heim til sín kvöldið og jafnvel skipt þjónustu, farið í þjónustu við einhvern annan. En þræll hins vegar var í eigu húsbónda síns. Og mér finnst þetta svo ótrúlega tákgrænt, vinir. Hvernig Páll í rauninni, hvernig hann öðlast þennan þroska. Hann bara, hvert ætti ég að fara frá þér, Drottinn? Ég vil ekki bara vera þjóðinn, út af þjónar geta skipt skoðun. Þeir fara heim til sín og hafa sterka skoðun í jafnvel á húsbændu sínum. Hann sagði, nei, ég vil vera þrællinn. Ég vil vera algjörlega, þú veist, bundin þér. Ég vil vera bundin þér. Og vinir, þarna skilur milli feigs og ófeigs. Það eru svo margir sem eru þjóna Drottins. Og við erum þjóna Drottins eftir blessa sangum, við erum í gæsa húð og það er bara allt í gangi, skýrleiki. En vinir, Guð vill gefa okkur meir en það, að við auðmjúkum okkur algjörlega
að við sýnum líka þroska. Og vitið það, til þess að eignast þennan þroska, þá þurfum við að eiga grundvallaratriði. Við þurfum að átta okkur að því að Jesús þungamiðjan í öllu því sem við gerum. Það fyrir hans verk á krossinum sem að við eigum líf í dag. Vitið, ég bara ekkert án Jesú. En við þurfum líka að leggja af barnaskapinn. Við þurfum líka að halda áfram og þroskast upp til höfuðsins sem Kristur. Og vinir, Guð að kalla kirkju sinna út á dýpið. Að við séum ekki bara heyrendur, að við séum raunverulega, eftirbreytendur í Jesú. Að við séum bandingjar í Jesú. Hugsið ykkur, takið eftir þessu mun, hann notar orðið bandingi. Og vinir, ég vil vera á þeim stað að það sé ekki minn vilji, heldur hans vilji. Að ég sé algjörlega bundin honum, hvert ætti ég að fara? Ég ekki hér og mun aldrei skipta skoðun. Drottinn minn frelsari og þannig það. En vinir, þessi ákvörðun kemur þegar við leyfum Guði, þegar við erum bandingjar hans. Þegar við erum búin að leggja sjálf okkur á altarið og segja bara, Drottinn, hér ég. Halleluja, ég algjörlega þín. Og mér langar til þess að brýna ykkur vinir. Tökum upp orð Guðs á morgun og tökum ákvörðun að vera í honum. Tökum ákvörðun að gefast honum. Vinir, tökum ákvörðun að vera bandingi hans. Og jafnvel þótt að þið líði ekki þannig, taktu samt ákvörðun. Það eiginlega besta ákvörðun sem þú tekur, þegar þið líður ekki þannig. Og vitið þið til hvað Guð mun gera í gegnum líf ykkar. Þú munt aldrei þurfa að fórna einhverju sem að Guð gefur ekki margfalt tilbaka. Hann nefnilega góður faðir. Hann frábær faðir. Hann frábær og hann elskar þig. Ég vonaði að við fengið eitthvað út úr þessu. Eða bara gott að heyra. Ég elska ykkur, vinir. Og vitið það, ég svo spennt fyrir Guðsríkinu. Ég bara finna að það eitthvað stórkostlegt að gerast og ég svo spennt fyrir því sem að Guð að gera og hvað hann ætlar að gera. Ein breyting sem að mér langar til að tilkynna hér svo að við ætlum að byrja aftur Eden, fræðslukvöldin okkar. Og við ætlum að sameina bænastundina, við ætlum að hafa bænastundina klukkan 7 og Eden klukkan 8 á miðvikudagskvöldum. Þið ekki til í þetta? Hrikalega verður þetta skemmtilegt. Og við ætlum, vinir, mútið að vera, að taka ákvörðun, ekki satt. Búa við reglu. Við ætlum að taka okkur taki og við ætlum að fara að fræðast. Og við ætlum að fara yfir alls konar grundvallaratriði sem að hjálpa okkur að ekki bara vera eitthvað lítið börn, heldur vaksa í Guði. Þið til í þetta? Við ekki til í að sjá kirkjuna bara að vaksa? Vaksa eins og rababari. Vá, hvað ég væri til í það. Þeir vaksa víst mjög hratt, hef ég heyrt. Rísum á fætur, öskurnar.